Bjarni Jóhannsson vel þekktur innan knattspyrnu heimsins á Íslandi en hann sá þjálfari sem þjálfað hefur flesta leiki í meistaraflokki eða rúma 600. Fræðarsólin skein líklega eitthvað skærast á IBVF árunum en hann gerði Eyjamenn að Íslandsmeisturum 1997 og 98 og seinna árið tóku þeir bikarinn líka. Þjálfaraferillinn hófst árið 1983 og ekki lokið ef Bjarni fær einhverjum ráðið en hann hefur líka starfað sem íþróttakennari á framhaldsskólastiginu. Bjarni í námsleyfi þetta árið og á leiðinni til Noregs að kynna sér hvernig frændur okkar hafa þróað afreks íþróttasvið framhaldsskólanna. Hann sömuleiðis með sínar hugmyndir skólakefrið í heild sinni og telur börnin okkar þurfa meiri hreyfingu. Já, ég sem sagt búinn að vera kennari ríflega 30 ár líka í framhaldsskóla og kennarastarfið hefur verið svona kannski mitt aðalstarf því að knattspyrnan hefur nú verið aldrei fullt starf þannig. En já, ég á leiðin til Noregs. Ég að fara að kynna mér sem sagt afreksíþróttir í framhaldsskóla og svona hvernig normennirnir að tækla unga og efnilega íþróttamenn almennt, alveg í grunnskóla og sjá hvernig þetta hvaða hugmyndir þeir hafa þetta og ég veit það að þeir eru brautryðjendur í þessu hafa verið í gegnum tíðina. Og sjálfur stofnaði ég afreksbraut íþrótta í Borgarholtsskóla 2008 og við erum með þessa grein í 15 ár og við erum að reyna að líka upp á þetta og ég að fara að ná mér í fleiri hugmyndir og eins líka ég mikill áhugamaður bara skólamál, bæði barna og unglinga og hef miklar áhyggjur af því að við erum ekki kannski að tækla nógu vel þessa kyrrsötu kynslóð sem að alast upp í dag. En þessir afreks íþróttakrakkar, hvað það helst sem að kannski vantar upp á? Það ekki þessi styttingspróf til stúdents? Jú, málið það að við erum að gefa þarna að koma áhugamáli nemandans. Hann fái að stunda kannski áhugamálið í framhaldsskóla og fái það metið og það vel. En styttingin í 3 ár hefur gert þetta mjög erfitt fyrir marga og við erum svolítið kassalaga þar í stað þess að gefa kannski hugsanlega sveigjanleika í fjarnámi að þessir efnilegu íþróttakrakkar okkar fái kannski að plana námið sitt á 4-5 árum eða eitthvað slíkt og ég veit að sá sveigjanleiki í norsku skólakerfi til dæmis og Danmörku og Svíþjóð og víða, þannig að við erum að reyna að hleypa lífi í þetta. Og sérst ekki bara það sem þú ert að fara að kynna þér, þú ert líka með pælingar bara skólakerfið í bara heild sinni. Já, manni finnst svona, ég svona áhugamaður þess að hleypa áhugamálum inn í skólana sem bara fyrst bara þegar að krakkar kom í skólan, hvort sem það leikskóli eða grunnskóli og ég vil meina það að þar finnur styrkleika barnanna og vinna út frá því. Við erum að horfa upp á hreyfingarleysi hjá þessum krökkum. Við erum að horfa á allskyns vandamál sem gerast allt of snemma á lífsleiðinni hjá þessum krökkum. Við erum að sjá mikið brottfall af kennurum úr skólanum vegna álags eða kulnunar og svo framvegis og það eitthvað í kerfinu okkar sem ekki alveg að tikka. Hins vegar ég ekkert að ráðast á grunnskólakerfið eða þannig. Það fullt af fínum hlutum og fullt af fínu fólki sem að vinna þarna. En ég tel að við verðum að vera líka pínu gagnrýn. Og skilur, það hefur mikil verið umræða núna hraðlestur. Sjálfstraust krakka í námi hefur byggst á því að vera að taka einhver samræmd próf í stærðfræði, íslensku og ensku og einhverju slíku á meðan kannski styrkleikandi liggja einhvers staðar allt annars staðar. Og ég held að við verðum að breyta svolítið þessum hugsunarhætti, til dæmis í Borgarholtsskóla. Og þar erum við með verknám í bifvélavirkjun, vélvirkjun,
bílamálun og svo framvegis. Og fyrir 3 árum síðan þá var ákveðið að í stað þess að kenna þessa hefðbundnu ensku, að kenna bílaensku. Þannig sem að höfðar inn á það sem nemandinn að læra. Og það ekki sökum að spyrjast. Að bara ánægjan og námsárangurinn hafa rokið upp. Og ég held að við verðum að velta þessum hlutum fyrir sér. Í Vestmannaeyjum núna mjög skemmtilegt verkefni í gangi. Það sem heitir eftir hvað? Það heitir Kveikjum neistan. Kveikjum neistan, já. Og þar þetta margra ára verkefni. Og þar sem sagt svona, við getum sagt, svona tempóin á skóladeginu breytt, krakkar byrja á hreyfingu og svo framvegis og enda svo á hreyfingu líka og síðan koma þessi hefðbundum fög og þetta gengur út á það að mæla lestrarkunnáttu. Og fyrstu niðurstöður í þessum rannsóknum benda til þess að þetta verkefni mjög spennandi og lestrarkunnátta virðist fara hraðar þar fram en annars staðar. Já, og svo náttúrulega það bara dálítið þannig í dag, meina þegar ég var ungur og meina þegar þú ert nú eitthvað eldri en ég, þá var allur leikur barna var öðruvísi. Nú þetta meira YouTube, tölvur og allt þetta og það, því miður, þá var þetta bara meiri, bara kyrrseta, hreyfingarleysi. Hvernig getum við svona snúið þessari þróun við? Sko, það þarf náttúrulega að vera bara hugarfarsbreyting í þessu. Við þurfum náttúrulega að hlúa vel að börnunum, sko, að samfélagið okkar bara þannig að það allt vitlaust í öllum bæjarfélögum. Ef að krakkinn kemst ekki á leikskóla eða til dagforeldra 1 árs gamall. Sko, við verum að svona velta því fyrir okkur hvort það ekki betra að barni alist upp bara heima á foreldrum sínum eins lengi og hægt Getum við hvernig getum við brugðist við þessu? Báðir foreldrar útivinnandi langa vinnudag, nákvæmlega, þetta stytta vinnudaginn, hægt að lengja fæðingarorlofið, hægt að vera með grunnskólana þannig að það ekki margir í bekkjum og þessi þetta magnaða tempó sem á öll. Og ég nú orðinn afi, sko, og ég hef nú náð í barnabörnin hérna á leikskóla og klukkan 4 á daginn þegar þar helmingurinn af fólkinu sem að ná í börnin það afar og ömmur, sko. Og það eitthvað í gangi og við vitum það að í dag í heilbrigðiskerfinu okkar ótrúlega mikið af kvillum, líkamlegum og andlegum sem gerast í barnæsku og þess vegna held ég að sé betra að hlúa börnunum og í viðtalinu við mig í VFF þá segi ég bara, sko, það léttara að byggja upp börn heldur en að gera við fullorðna. Og yfir 90% af öllu fjármagni sem fer í heilbrigðiskerfið okkar að gera við þegar skaðinn skeður. Og við verðum bara að fara að breyta þessu hugafari. Hvað þarf að gerast? Þarf bara að verða breyting á bara efsta þrepi? Stjórnvöld þurfa þau einhvern veginn að breyta þessu? Hvað þetta ráða? Já. Þetta byrjar þar. Þetta líka bara hugafarsbreyting og við erum ofta við erum ofta að tala um það sko, það alltaf verið að kenna skólunum og svo öfugt og skólarnir segja þetta eru foreldrarnir og annað slíkt, sko. Og við erum að finna svona jafnvægi í þessu og ég hef oft sagt það, sko, að það ætlast til að foreldrar sem styðji börnin sín í lestri þegar þeir koma heim og hjálpa þeim að lesa og svo framvegis. Ég held að við verðum að fara að kenna foreldrarnir í dag að hreyfa börnin sín. Hundahald á Íslandi gríðarlega mikið og þegar þú kaupir hund þá þarftu að fara á námskeið til að kenna hundinum. Fullorðið fólk verður með hundana sína og lappar. Ég held að við verðum að fara að kenna foreldrum að hreyfa börnin sín.
að hoppa, að labba, hlaupa, jafnvægi og gera það svolítið meðvituð svona, hvað við að segja, svona líkamlega vitneskju. Og ég held að skólakerfið þarf að taka á þessu líka og setja inn hreyfingu og kunnáttu líkamann miklu fyrr í skólakerfið. Þannig að barnið sé svolítið meðvitað líkamann sinn og umhverfi. Bjarni, nú ertu þjálfari og núna gef ég bara færi á því að setja bara upp, bara leikskipulag. Nú ætlar þú bara að vinda ofan að þessu. Þú færi þarna, bara þú fær nægilega mikið pening, orðað bara þannig. Hvernig getum við undið ofan að þessu og gert þetta eins og fólk? Ég tel að allar tómstundir barna og unglinga eigi að vera fríar, gjaldfrjálsar. Tónlistarskóli, myndlist, íþróttir eða hvaða tómstundir sem tekur að telja. Og ég veit að þetta kostar peninga. En vegna þess að peningar í dag eru hann hindrandi þáttur í það að krakkar geti tekið þátt í hinum ýmsu tómstundum. Og ef ég skora á eitthvað samfélag og fyrirtæki þess samfélags að sameinast einhvers konar rannsókn á þessum rannsókn á þessum málum og búa til svona verkefni að því lútandi. Vegna þess að ég tel að lengi býr að fyrstu gerð og því fyrr sem þú kemur auga á áhugamál og styrkleika barna, þá ertu hólpinn í lífinu. Gott uppeldi og góð umgjörð í kringum uppeldi, hvort sem það eru heimili, skólar eða bæjarfélag eða hvað sem það bara lykill að farsælu lífi.